Jæja, þá það seinni hlutinn af þriðja kafla einveldið sem byrjar á blaðsíðu 23. Það eru hérna tvær neðstu línurnar. Hvað leiddi til þess að Danmörk varð einvaldsríki og hvaða áhrif hafði einveldið í Danmörku á Íslandi? Í Danmörku voru aðalsmenn öflugir og þeir héldu fast í völd sín. En aðalsmenn eru þeir sem að byggðu völd sín á jörðum, jörðum, ekki peningum eða neinu slíku. Og þeir erfðu jarðirnar, faðir erfði son, öfugt, auðvitað, sonur erfði föður, þannig að þetta byggðist upp vald og þetta voru höfðingjarnir sem réðu í Danmörku og þeir höfðu rétt til þess að velja sér konung. Þegar þeir kusu konung, yfirleitt var það nú sonur gamla kóngsins og þessir menn höfðu lengi ráðið og á Íslandi að þá voru aðalsmenninni, þá voru bændahöfðingjar sem að réðu fyrir löndum á Íslandi. Nú þessir aðalsmenn þeir þurftu ekki að borga neina skatta í Danmörku en í staðinn að það áttu þeir að verja landið. En þetta breyttist árið 1660 því að þeir skítöpuðu þá í stríði við Svía og Danmörk missti Skán sem er syðsti hlutinn af Svíþjóð, en Danmörk var á þessum tíma, eða hafði verið fram að þessum tíma eitt öflugasta ríkið í Norður-Evrópu og áttu meðal annars stóran hluta af Skáni sem er syðsta héraðið í Svíþjóð og lönd við Eystrasaltið. En það sem að gerist á þessum tíma með landafundunum aukinni verslun er það að það er að rísa upp ný stétt sem að byggir auð sinn ekki á því að eiga lönd eins og aðallinn hafi gert, heldur þetta var fólk sem að bjó í borgum og Kaupmannahöfn var jú mjög stór borg á þessum tíma og þessi borgarastétt var mjög óánægð með skattfrelsi aðalsins og taldi að hann hefði staðið sig illa í að verja landið og borgarastéttin, þeir sem bjuggu í borgunum, þeir sem voru kaupmenn, þeir sem voru smiðir og skósmiðir og þeir sem stunduðu venjuleg störf í borgum en voru ekki bændur, þeir studdu konunginn gegn aðlinum. Þeir komið því þannig á að það kom einveldi, það var komið á erfðaríki í Danmörku þannig að sonurinn erfði ríkið eftir pabba sinn og við þessar breytingar þá mistu aðalsmennirnir mikil völd og þetta gerðist í allri Evrópu meir og minna og kannski byrjaði þetta í Frakklandi eins og stendur í byrjun kaflans á blaðsíðu 23. Nú, Danakonungar, þeir höfðu nú öll völd í höndum sér í ríkinu. Þeir voru einvaldir. Það er oft talað að völdum sé skipt í að vald ríkisins sé þrískipt. Löggjafarvaldið, það er að segja valdið til þess að setja lögin, rétturinn til þess að setja lögin og ef við hugsum Ísland í dag þá er það Alþingi sem hefur þessi völd. Síðan er það framkvæmdavaldið. Það er að segja völdin til þess að framkvæma það sem að lögin segja. Lögin eru samin á Alþingi og ríkisstjórnin og til dæmis lögreglan hafa framkvæmdavaldið og þau framkvæma þessi lög, framkvæma það sem lögin segja til og síðan er það þriðja valdið, dómsvaldið, það dæmir það hvort það sé rétt farið eftir lögunum eða ekki. Til dæmis getur ríkisstjórnin ekki gert bara það sem hún vill eða lögreglan sem að hafa þó framkvæmdavaldið og löggjafarvaldið því það getur vel verið að það stangist á við einhver lög eða stjórnarskrána og það eru dæmi það að dómsvaldið hafi dæmt bæði lög sem Alþingi setur ómerk, ólögleg miðað við stjórnarskrána eða einhvern sem er handhafi framkvæmdarvaldsins dæmt hann fyrir að gera eitthvað sem hann mátti ekki gera af því það var ólöglegt. Á þessu byggist
þrískipting valdsins sem kallað, en í þessu tilfelli þá gat kóngurinn í Danmörku sett lög, hann gat framkvæmt þau og hann réði við dómsvaldinu, hann sem sagt réði öllu. Reyndar með þeim fyrirvara að, ef við förum tilbaka, að það var aðalstéttin og höfðingjar og embættismenn fyrst og fremst sem að gerðu það sem að framkvæmdu það sem að kóngurinn vildi, þannig að hann var ekkert einn á asast í öllu heldur voru framkvæmdamenn út allt. Og eins og við sögðum frá í síðasta tíma þá gamli sáttmáli sem að gerður 1262 við Noregskonung felldur úr gildi á Kópavogsfundinum 1662 og eftir það var Danakonungur einvaldur á Íslandi líka, ekki bara í Danmörku. Og þó að stjórnskipulega hafi breyst mjög mikið með Kópavogsfundinn 1662 og í nafninu til þá ríkti einveldi, þá breyttist ekkert mikið fyrir Jón og Gunnu, fyrir hinn venjulega mann. Höfðingjarnir og embættismennirnir réðu ennþá mestu og þetta voru sömu mennirnir og fyrr. Þess að ef að höfðingi var beitti valdinu sínu, að þá réði kóngurinn í rauninni ekkert við það. Sýslumennirnir út allt land, ef að þeir voru grimmir við almúgann, að þá breyttist voðalega lítið við það til að byrja með. En smátt og smátt að þá fóru þó embættismenn konungs að verða valdameiri á kostnað þessara innlendu bændahöfðingja og sú breyting var góð fyrir Jón og Gunnu því að höfðingjarnir urðu núna að fylgja lögunum. Þeir gátu ekki bara gert það sem þeim sýndist eins og þeir höfðu að sumu leyti gert áður. Helstu embættismenn Danakonungs á Íslandi hétu stiftamtmaður, amtmenn, landfógeti og sýslumenn og þeir réðu í sjálfu sér því sem að þurfti að ráða. Nú, eitt af því sem hafði gerst við landafundina var það að ríki í Evrópu þeir náðu sér í nýlendur út allt. Bretar, englendingar voru duglegastir í þessu eða grimmastir í því að ná sér í nýlendur og þeir náðu sér í nýlendur í Ameríku, Afríku og Asíu. Frakkar og belgar voru duglegir að gera þetta líka. Þetta sjáum við á fótboltaliðunum til dæmis í breska liðinu og franska liðinu, blökkumenninni sem þarna spila með þeim. Það eru menn sem eru þarna vegna þess að þeir voru í gömlum nýlendum, Frakka og Breta í Afríku. Nú Danir, þeir eignuðust líka nýlendur í öðrum heimsálfum, en Ísland var þó í rauninni aldrei nýlenda Dana, heldur miklu frekar hjálenda. Því hérna ríktu íslensk lög og Íslendingar stjórnuðu í flestu sínum málum sjálfir, íslenskir höfðingjar stjórnuðu því. Eins og við tölum í síðasta tíma þá vildu þeir ekki að kaupmenn hefðu vetusetu því að þeir óttuðust að þá myndu koma þéttbýli sem að myndi raska þeirra völdum því að þeir byggðu sín völd á eign á jörðum en ekki því að selja fisk. Og það var nú samt sem áður þannig að þó að það hafi verið nýlenda, Ísland hafi verið hjálenda eða Danir í nafninu til að stjórna Íslandi, þá stjórnuðu Íslendingar sér að mestu leyti sjálfir og margir hafa sagt það að Íslendingar hafi verið, íslenskir höfðingjar hafi verið miklu grimmari stjórnendur heldur en danskir embættismenn. Og þá þessi kafli númer 3 búinn og þessari lotu lokið. Næst bara að klára þau verkefni sem að fyrir liggja og síðan þá förum við að huga að því að rifja þetta upp með því að skoða smá lotupróf.